Þú ert að horfa á MKmedia TV. Við erum hér á Skagaströnd með honum eina sanna Hallbirni Hjartarsyni countrykongi. Hver ertu og hverja mann ertu? Ég heiti Hallbjörn Hjartarson og fæddur og uppalinn hér á Skagaströnd. Foreldrar mínir hétu Ari Hjörtur Jónas Klemmisson og Ásta Þóru Sveinsdóttir, bæði ættuð af Skaganum. Hver er þín fyrsta tónlistarminning? Ætli það sé ekki bara þegar ég heyrði bræður mína spila á grammafón í gamla daga. Johnny Cash og Dolly Parton og fleiri slíka. Ætli það sé ekki fyrsta sem og síðan föður minn, hann spilaði mikið á harmoniku, var mikil harmonikuleikari og spilaði á böllum í fjölda ár og allir tónlistin hafi ekki verið líka í blóðunni hjá mér eins og öllu öðrum í minni ætt og svo bara síðast þetta svona smá saman inn. Já. Hvað spilarðu helst á? Ég spila nú ekki neitt eiginlega orðið núna, en ég spilaði töluvert af gítar og píanó. Já, hefurðu verið að minnka það að koma fram? Ég er hættur að koma fram. Já. Þá er það komið. Hver er þín eftirlætis countrystjarna erlend? Í dag, af þessum nýju söngurum, þá var það Dwight Yoakam. Já. En af þessu gömlu klassísku? Af þessu gömlu þá var það Johnny Cash og Dolly Parton. Johnny Cash er rosalega flottur. Já. Sást ekki bíómyndina? Nei, ég sá hann ekki. Já, ég man það þó ekki. Ég held ég að sé hann í sjónvarpinu. Ja. En hvað með þessa íslensku poppara sem í dag hlustar á þá eitthvað? Sáralítið. Sem eru gert tónlist. Sáralítið. Segðu mér aðeins frá því starfsferli. Ég leit í ævisöguna þína og þar stóð að þú hefur verið bíóstjóri, kaupfélagsstjóri. Hvað er svona eftirminnilegasta af ferlinum? Sem búðarekandi eða bíóstjóri og Það sé ekki bara sem sýningarstjóri hérna hjá Skagastrandarbíó og eigandi þess í lengri tíma og síðan bara verslunarstörfin sem ég vinni hér á Skagaströnd. Og síðan meðhjálpara starfið í kirkjunni. Þetta sé ekki svona það helsta sem að ég man eftir hér á Skagaströnd sem hafa gefið mér eitthvað. En já, hvað er þín helstu áhugamál? Tónlistin. Fljótt svarað, ekkert annað. Ertu hestamaður mikill? Nei, ég var náttúrulega í sveiti, ég var strákur og gekkst töluvert hesta en lítið eftir það að ég fór úr sveitinni hef ég gert það. En þegar þú varst þarna að byrja að gera þína plötur, þá náttúrulega kostaði þetta mikið pening og rann þá ekki tónlistin fljótt úr þér eða þurftur að vinna mikið fyrir því eða þurftur að bara settustu í píanói eða gítarinn og kom bara strax frá þér? Já, hún kom bara eins og að skrúfa frá vatnskrana. Ég hef aldrei þurft að hafa áhuga eða hafa fyrir henni þannig lagað að semja hana. Það er bara eins og að fara bara fram í eldhúsið og skrúfa frá krana, þá kemur hún. Dreymir þig líka tónlist? Nei. Hver er þinn uppáhaldsmatur? Matur? Já. Svínakjöt. Hvernig? Bara allavega. Þegar þú fórst og tókst upp country í Nashville, hvernig var það að vera á svona heimaslóðum countrysins? Það var gaman að því, reglulega gaman að því. Ertu með einhverja sögur frá því? Nei, ekki neina sérstaka, annað það bara að það var svolítið öðruvísi að koma í stúdíó þar eða vera í stúdíói hér heima. Það var, maður fann það að þarna voru menn sem að kunnu sitt fag og
það var litið á mann bara sem sinn jafningja. Það var borið undir mann eitt og annað sem að gert var í músíkinu og sem sagt að það var eins og ég væri bara einn af þeirra mönnum. Það annað heldur en hér að ég var sér heim í stúdíói því að ég hef yfirleitt ekki verið spurður hvernig ég vildi hafa tónlistina. Ég hef bara sagt það bara fyrirfram en síðan hefur útsetjararnir bara sett hann út og ekki haft neitt sérstakt samband við mig. Hvað var það? Fyrir en ég hef svo bara komið og sungið inn. Hefur þú þegar þú varst að spila sem mest, hvaða lag var skemmtilegast að syngja? Ertu að meina að mínum eiginlögum? Já. Sannur vinur. Sannur vinur. Af Country 2 það ekki? Jú. Já. Jú. Það eftir það eftir þig alveg? Lagið eftir mig, textin eftir frænda minn. En segðu mér, lagið Lukkuláka, varstu mikið latándi hans eða kom? Nei, ég þekkti hann ekki og hefði aldrei lesið bókina að segja neitt. Þegar að ég fekk þennan texta frá Donna King sem kallaður frá Húsavík. Hann sendi mér þennan texta og að vísu lag með sem hann var búinn að semja og ætlaði mér að syngja þetta inn á plötu með sínu eigin lagi, eða hans lagi. En mér fannst lagið ekki nógu gott svo að ég settist bara niður hér aftur og gerði bara annað lag. Tíminn 82 til 86, þá var hátíð hér á hverju ári. Hvernig var þá? Varstu þá uppbókaður allar helgar og var ekki þá mikil vinna að vera syngjandi tónlistarmaður og verið fylgdur í vinnu við að reka staðinn og hvernig kom upp hugmyndin að reka staðinn? Hugmyndin kom eftir ég söng inn á fyrstu plötuna mína sem hét Hallbjörn syngur eiginlög sem Svavar Gesth gaf út þegar að hún var búin að vera svolítið markaðinu þá fór ég til Svavars og spurði hann hvernig hann vildi gefa út aðra plötu með mér. Hann var ekki mjög áhugasamur við það því að platan hefði ekki gengið svo sérstaklega vel. Þá fór ég til Jón Sigurðssonar sem að setti plötuna út fyrir Svavar og spurði hann hvort hann vildi setja út fyrir mig plötun og það var Country 1 og eftir að hún kom á markaðinn þá datt mér í hug að breyta hér verslunarhúsnæði sem ég átti hérna, breyta því bara í kúrekastað og gera kúrekaveitingastað og sem ég kallaði síðan Counturbæ og síðan rúllaði þetta bara og rúllaði og hefur síðan vafið upp á sig. Ertu ennþá í útvarpi? Já, ég enn í útvarpinu. Útvarpið sendur út allan sólarhringinn en eftir ég lenti í slysinu mínu í júní í fyrra að þá hef ég ekkert verið í útvarpinu síðastliðið ár fyrir en að ég byrjaði aftur núna hvítasunna. Þá byrjaði ég aftur í útvarpinu í beinni útsendingu og í beinni útsendingu á daginn frá klukkan 2 á daginn til klukkan 6 að kvöldun til. Hinn tíminn átá og hefur verið allan sólarhringinn og alltaf. Hefur þér aldrei dottið að flytja til Reykjavíkur og starta svona kúrekastað þar? Jú, mér datt það í hug á sínu tíma þegar ég lenti í bílslysinu í Reykjavík en þar var ég stoppaður því að ég taldi það að þá hefði ég fengið þau skilaboð að ég ætti að vera kyrr hér á Skagaströnd því hér hefði ég verk að vinna og til Reykjavíkur hefði ég ekkert að gera. Svo ég bara sneri mínu kvæði í kross eftir að vera búinn að athuga ýmsa möguleika í Reykjavík. En þegar ég fékk þessi skilaboð að ofan þá bara hugsaði ég ekki það meir. Og hér, eins og ég segi, hér mér ætlað að vinna, hér hef ég eitthvað verk að framkvæma og hér verð ég þar til að ég
fyrir yfir landamærin eins og við allir gerum fyrir rest. Ertu ennþá mjög trúaður? Já, ég er mjög trúaður. Foreldrar mínir voru það og ég er mjög trúaður. Já. Finnur þú ekki þegar þú fer með bænir að það komi svona alltaf rói við þig og hugsanirnar koma svona beint út og þú svona, ef þú ert eitthvað æstur þá er ágætt að signa sig og fara með bæn og finnur eitthvað svona þá kraft? Eða finnst þér að þú verður að hafa meira fyrir því? Nei, ég finn ekkert neitt þessa breytingu vegna þess að ég tala við frelsara minna hverjum degi og hann eiginlega við mig. Þannig að ég þarf ekkert að vera í neinu sérstöku ástandi til þess að ná sambandi við hann. Við erum alltaf í sambandi allar sólarhringinn. Eins og við allir erum. Já, eins og við eigum allir að vera. En það er ekki víst að við séum það all. Förum við satt aðeins til gamla daga þegar þú varst að byrja. Varstu þá ekki í píanónámi í Reykjavík? Eða? Jú, ég var í Reykjavík í tónlistarskólanum, var þar 2 vetur og var óheppinn með kennara og þeir drápunir áhugan hjá mér og ég hætti því. Já, ætlaði þú að gera organisti eða ætlaði þú að gera rockari eða? Ég átti að gerast organisti hérna fyrir Skagaströnd. Móðir mín ætlaðist til þess en ég sneri því öllu við þegar ég var komin að heiman þá fór ég bara að ráða mig sjálfur. Kynntist þú almennilega countryinu þar og fórst kannski að spila það svona stólistar? Já, ég kynntist countryinu eftir ég fór að vinna upp á Keflavíkurflugvelli. Þá var countryinu dynjandi þar dag og nótt í Kana-útvarpinu og þar sé að setja inn í mann og sennilega hef ég bara verið countrysöngvari í fyrra lífi. Sennilega hef ég verið countrysöngvari í fyrra lífi og þetta er bara sennilega í blóðinu mér. Ég er ekki country tónlist byggð á gömlu blues tónlistinni í sambland við, veistu eitthvað sögu country tónlistinnar? Hefur eitthvað gluggað í hana? Nei, ég hef ekki gluggað í hana. Hvaðan hún kemur úr og... Nei, ég held að þetta sé bara, í upphafi bara alþýðu tónlist. Það var hér áður fyrir erlendis að þá bjó fólk á búgörðum. Það vann út á ökrónum og söng mikið, söng við vinnuna og dúetta og samsöng og annað slíkt og svo held ég þetta hafi bara þróast út frá þessu í það sem það er í dag. Ég held að country tónlistin sé eiginlega upphaf allra tónlistar í veröldinni og hinn afbrigðin sem eru til hafi komið út frá country tónlistinni en hún kannski hefur ekki verið skilgreind strax í upphafi sem country tónlist en hún er ekkert annað en alþýðu tónlist. Já, hefur þú líka verið hefur þú hlustað eitthvað blues og rock og disco og... Já, ég hefur hlustað á þetta allt saman. Og hefur ekki fundið þig núna til að breyta stíl og... Nei, ekki hef ég fundið það. Ég náttúrulega þegar ég var hérna á yngri árum þá var ég hérna með nokkra hljómsveitir hér á Skagaströnd og þá spiluðum við náttúrulega á dagsleikum og þá spilaði ég náttúrulega öll þessi vinsælustu lög sem voru þá í gangi en það var bara vinna mín á þeim tíma og hafði engin sérstök áhrif á mig. Var ekki Guðmundur Jónsson úr Sálinni einu sinni í hljómsveit hjá þér? Guðmundur Jónsson sem er með Sálinni Sjónsmins. Hann var hér einu sinni með minnan hafi verið einhver tímabil í hljómsveit hérna hjá mig. Ég man það ekki þó alveg. Við tókum viðtal við hann fyrir nokkrum árum og þá sagði hann okkur einmitt að hann hefði byrjað sem svona gítarleikari hjá þér og svona snúningastrákur. Já, það má vel vera. Þú hefur komið fram og leikið í nokkru bíómyndum eins og Dalalíf, Kúreki norðursins og... Á Köld og klaka. Já. Hvernig var það að vera svona sjálfa sig á tjaldinu? Það er bara gaman.
var ekki kúriki Norðursins, var það ekki mynd sem var gerð svona þig eða gerð hátíðina? Það var gerð, hún var gerð fyrstu countryhátíðina sem ég hélt hér á Íslandi. Hún var gerð hana og skal ég segja, staðfesting á mínu country upphafi hér á Íslandi. Veist þú eitthvað til þess hvort að Friðrik Þór standi til að gefa hana út á DFT? Hún komin á DFT. Ok, þá getum við auglýst það. Hvað kom til að þú leggst í þessum bíómyndum? Framleiðandinn hringdi bara í mig og spurði hvort ég vildi koma og taka smá skott hjá þeim í þessum myndum og þannig gerðist það. Nú Friðrik Þór, þegar hann kvikmyndaði hér kúriki Norðursins, þá frétti hann af þessari countryhátíð sem ég væri að gera hér, sem var fyrsta hátíðin sinna tegundar hér á Íslandi, og hann vildi festa þetta á filmu, þennan sérstaka atburð, og spurði hvort það mætti koma hér á kvikmyndana og ég sagði honum væri það sjálfsagt. Svo við förum inn á aðra sálma, hvernig hefur tekið þú þegar það hafa heyrst slúðursögur þig af þig sért? Alls konar slúðursögur sem hafa gangi. Skipta mig engum máli, snerta mig ekki. Ég þekki sjálfan mig og það nóg. Er það partur að því að vera í sviðsljósinu að fólk baktali? Já, þú kemst aldrei hjá því. Þetta þá bara öfundsýki eða? Já, allir þetta sé ekki bara afbrýðisemi og öfundsýki, eitthvað slíkt. Ef manni gengur vel þá geta ekki aðrir unamanni þess og þeir reyna náttúrulega að ata mann út á allan hátt sem þeir geta, en ég hef aldrei látið það hafa áhrif á mig. Ég hef orðið var við þetta, en ég hef alltaf þurft vera svo vitlaus að ég skildi það ekki og fattaði það ekki að þið værir að gera grín að mér. Já, herru, ég bara þakka þér kærlega fyrir spjallið, Hallbjörn. Ertu með eitthvað lokhorð fyrir áhorfendur M-Komedia? Það er kannski best að horfa í myndælina og segja. Nei, ekkert neitt sérstakt. Ég vona bara að þeir njóti þessa samtals okkar hér og segi bara takk fyrir mig. Textarnir, semurðu fyrst lög eða texta? Mér er alveg sama hvort ég geri. Það bara flæðir. Já.